Jæja Óskar, erfiður leikur að baki. Hvernig fannst þér liðið spila annars? Skrítin leikur, mér fannst það skrítin leikur. Mér fannst fyrri hálfleikurinn, ég fannst ekki að vera víti eða mér fannst ódýrt víti. En ef ég væri hinum megin þá myndi ég örugglega segja sama, hann myndi örugglega vilja víti, en ykkur vildi örugglega vilja þetta sé víti. Og mér fannst það allavega ekki víti. Svo skora Kristín Ýr alltaf bara algjört draumamark. En við fáum opið færi á milli. Það er opnugur landrið, það er augljóslega, leikplan okkar var það að liggja tilbaka og beita skyndisóknum. Við gerðum það bara ágætlega í fyrri hálfleik en við vorum samt ekki nægilega góða með boltann. Förum inn í hálfleik, tölum með það, lögum það að vera betri með boltann í seinni hálfleik, skorum frábært mark í byrjun seinni eftir skyndisókn, snögga aukaspyrnu sem að Kata sýnir algjöra snilld með að taka snögga aukaspyrnu og spilina inn á Lilli sem að gerir vel og skorar. Svo kemur bara 5 mínútna kafli þar sem að við bara hendum leiknum frá okkur og þú hefur ekkert efna því á móti liðið þessa Breiðablik að leggjast í andvala og leggjast í svona volaði að þið við gefum eitt mark frá okkur. Þannig ég var ógeðslega sár svekktur út í þeirra 5 mínútna kafla og við reynum að breyta og breiðast við og það gengur ágætlega en leikurinn bara klárast þar og það er ógeðslega svekkjandi því að við gáum Breiðablik alveg miklu erfiðara leik heldur kannski Skorbóti gefið til að kynna en aftur á móti erum við að spila móti langbesta í landsins að mínu móti í dag og engin skömm á því að tapa móti Breiðablik þróttur það að það hafi verið 6-1 og það er ljót staða en bara on to the next one, eins og þessi. Já, sko fyrirleikurinn í Mariett, hann fór líka 1-6. 7-1. Fór 7-1, já. Þá varstu samt sáttur með liðið, ég mandi því. Já. Þannig að þú ættir ennþá smá allan að sáttur með sumt í leiknum í dag. Já, í rauninni var ég meira sáttur við hluti í dag heldur en þá. Mér fannst þá í þeim leik, þá lendu einu manni færri og eitthvað svona en Breiðablið er bara ógeðslega gott. Þetta er bara frábært lið, vel mannað, alveg saman þeir rótir í stöðu og koma bara inn ungar ferskar stelpur sem eru bara greiðlega góðir í fótbolta og Nick er bara klókur í það að dreifa vel mínútum milli leikmanna. Það kom bara ferskar inn og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þú getur bara ekki gefið þér þann tíma að vera að slökkva á þér í 2-3 mínútur á móti Breiðablik. Við gerðum það. Það er lærdómur sem við viljum dregja því en ef við horfum á skorbortið, þá er það leiðilegt. En við horfum bara á frammistöðuna, tölum bara frammistöðu okkur í dag og margt mjög jákvætt hjá okkur í dag. Auðvitað margt sem þarf að laga og við ætlum að laga fyrir næsta leik. En svo ertu bara líka að gera þér grein fyrir því að spilaði Breiðablik og aftur. Þær eru bestar í dag og svo sannarlega lið sem er á þeim stað sem er að vera. Einmitt. Veitu hvað þú munir eftir því, en síðast að þið tapum til Breiðablik, þá fór liðið á helviti gott rönn, vann 4 næstu 5. Já. Og núna allir 3 erfiðir leikir, það er 3 toppliðum að baki. Já. Ertu að horfa svolítið á næstu leiki til að taka annað eins rönn? Já, ég meina 100%. Við töpum fyrst 3 fyrir niður, við erum að tapa 3 núna og það er ekkert, við þurftum að gráta út, fórum á einhver svæði og gerðum bara betur, bættum ákveðna hluti og við þurfum bara að gera það aftur og finna taktinn rytma og mér fannst þetta að vera miklu betur en ég sá á móti FH til þess að síðasta leik, þannig að við erum nær því sem við viljum vera. Þannig að algjörlega, bara FH útileikur FH með 3 daginn og það verður erfiður leikur 100%. FH er búið að styrkja sig og gera vel og ég á von á mjög erfiður leik þar. Þannig að við tökum bara einn leik inn en ég fullt að trúa því að við höfum bara að sanka áfram okkur stigum á móti liðunum í kringum okkur, ekki spurning. Svo vonandi ertu að fara að fá okkur að stelpu tilbaka, það var nú þunnur hópurinn hjá þér í dag sá ég. Já, það vantaði Olgu, það vantaði Kam, það vantaði Leinu, það vantaði Emmu sem við höfum að sækja núna, það vantaði fleiri sko, Sara og Telma er ekki í dag og Silvía er ekki, það vantaði mjög mikið okkur í dag en ég var mjög ánægður með það var nýr leikmaður sem spilaði fyrstu 15 mínútur í dag, Sara Dögg, hún var frábær í 15 mínútur sem hún fékk í dag og hún gjörsamlega frábær þannig að leikmenn sem kom inn í liðið gerðu vel, leikmenn sem kom inn á kom með kraftinn á völlinn, þannig að við erum alveg stóran og góðan hóp, þannig að ég er ánægður með stelpuna með það að gera. Og væntanlega ertu að bíða eftir að fá hana í Leinu Carmen tilbaka? Nú tekur hún nýbúin að taka út 2 leikja bann. Já, algjörlega. Og hún fer vantilega beint í liðið aftur? Já, hún er okkar aðalmarkmaður fyrir beint í liðið en Þórunn stóð sér bara greiðlega vel. Ég er mjög ánægður með hennar input og hennar leiki, þessi 2 leiki. Það er ekki hægt að benda á hana og segja að við höfum ekki náð úrslit út á henni sko. Hún gerir mjög vel, steig mjög vel inn í og ég væntist til slíkt í sama ef hún skildi fara aftur í ramman þetta sumarið. Þannig að við erum bara að því góðast ekki búin að eiga 2 góða markmenn og Þórunn stóð sér mjög vel en Leina er okkar aðalmarkmaður þannig að hún verður í markinu á móti FH. Herru, bara takk kærlega fyrir viðtalið og gangið vel hérna fram á við. Sömuleiðis.